Kill Me Makes Me Stronger syngur Kelly Clarkson mikil viskaði þessu öllu saman og já, klukkan orðin 4 sem því það FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan 5. daginn og við erum í miklu fíling 9. febrúar og það 1/3 búinn af mánuðinum og Hjörvar Hafliðason eða Hjöppi K eins og kallað sem situr hérna. Vistu velkomin. Blessaður. Er 5. dagur í þér, Hjörvar? Það gríðalegu 5. dagur í mér núna. Það náttúrulega Eurovision á laugardaginn og mikið húlumæ. Já, mikið húlumæ, bæði Eurovision á laugardaginn og svo líka Manchester United Liverpool og já, það nómura. Já, það hellingur framundan þessa helgina. Hvar liggur í Eurovision? Já, þú veist, þetta bara ekki hann eitt sem magnamaður, ávallt magnamaður, eða? Já, þú náttúrulega helst mikið með Magnificent þarna í Rockstarinu og... Nei, ég veit ekki, ég hef ekki náði að heyra lögin, sko, ég heyrði bara lagið hans Herberts. Já, Herbert náttúrulega var með stórkostlegt lag og fólk eiginlega ekki enn búin að fyrirgefa RÚV að senda hann ekki og veit ég núna til dæmis að fólk að berjast fyrir því að Eurovision, að Ísland fari ekki lengur í Eurovision að því að Herbert fór ekki áfram. Já, ég náttúrulega nefndi ekki að horfa fréttina í gerðin, var ekki Páll Óskar brjálaður yfir því að lagið hans Herberts fór úr? Jú, úr keppni, ég held að segja eitthvað þannig og vill ekki lengur senda þjóðina að nút. Ok, já, ég meina. Það enda Páll Óskar, hann lætur heyra í sér oft og það eins og bara þegar Páll Óskar segja eitthvað þá hlustar þjóðin, það alveg merkilegt. Ég sá bara til dæmis það voru 4.000 búin að sharea fréttin á vísi.is að Páll Óskar vill ekki að Ísland fari í Eurovision núna. Já, hann voða vinsall. Já, hann eitthvað með þetta íkon hérna. Já, hann er á móti að við svörum í Eurovision. Við tökum þetta allt saman eftir. Já, ræðum þetta betur eftir en við Hjörvar erum með stútfullan þátt hérna handa ykkur. Það kemur til okkar góðu gestur eftir sem að tengist einmitt í Eurovision. Það hún Ástríður Viðarsdóttir sem búin að gera allt vitlaust þarna í Grænaherberginu. Núna síðustu keppnir og svo erum við líka með Tuðhornið. Brjátbreki mætir eins og alltaf á 50. Við erum með flottulega keppnina hérna á eftir og svo ætlum við að gera skemmtilega könnunum það sem við köllum á viltu vera hann? Já. I wanna be that guy. Já, I wanna be that guy. Við komum betra að því hér á eftir. Þannig að það er stút fullu þáttur. Hvernig er þessi vika búin að vera hér, Hjörvar? Það er búin að hrikalega góð. Þú varst að degi í bakinu í síðustu viku, ertu búin að jafna alveg? Ég alltaf svona aðkoma, það var eitthvað kynveri sem stóð vona mér lengi. Já, er það að fara í svoleiðis nudd? Að láta labba þér? Já. Þú ert náttúrulega svo stór og mikill og það getur hver sem labba þér. Já, það er nú málið, sko, en þessi kynveri er svona kringum kann ekkert í ensku, ekkert í íslensku, samt einhvern veginn nær hann að berga manni og hann kann 2 orð, það er too hard. Too hard? Já, hann segir það ekki svona too hard eins og þú, sko, það er too hard. Já, hann náttúrulega ekki bandaríkjum að segja. Nei, hann er búin að berga bækina á þér. Já, og það er bara komið í stand, fara næfa áttur og... Fara næfa áttur og... Það er þetta hefur tekið samt þetta, þú talar við einhvern sem að talar svona bjagað ensku, það talar ekki nógu góð ensku, að maður byrjar að tala sjálfur hálf lélega ensku. Svona eins og maður að tala með einhvern svona Austur-Evrópu og þá... Yes, it would... Já, ég tek líka eftir bara þegar stundum mér að tala hérna við svona, eins og asískan og maður byrjar að segja svona, yeah, can I have this, is it okay? Og því svona dett inn á þeirra lingó einhvern. Það er leiðilega sem maður heyrir hlust á því tala ensku. Because actually I was wondering whether we could like get into the club and like getting... Ógeðslega enska sem hún talar. Það er bara því ég bjóða það hér. Ég er náttúrulega að tala þetta eins og umfættur. Þú er búin að búa allstaðar. Ég tala eins og umfættur. Það er ekki mér að gera. Ógeðslega ensku. Herðu, nóg framöndan. Ég sá á Twitter og ætlar að rakka niður blöðskítin í dag. Hell yeah. Slettu þig. Hell yeah. To the core, hard like motherfucking liquid swords, harder than worldwide stadium tours. I am the future, DeLorean doors. Watch out now! Sagt, hún Mick Jagger það fyrir, hvað ég var að segja, svona 40 árum síðan, hann ætti eftir að gera lag með will.i.am og Jennifer Lopez og það eru glæð hlegið því að þau voru ekki fætt en þetta eru Mick Jagger, Jennifer Lopez og will.i.am. Hvernig fílar þetta lag? Mjög vel. Ég er nefnilega einmitt, sko, ég held að þetta er einhver svona massífur hittar en það er ekki svona náða
Skáka International Love með Pitbull á tóknum á íslensku listanum með FM 957. Nei, þetta lag bara nýkomið eða ekki? Nei, það fyrir aldrei ekki á tóknum på þessu. Þetta Pitbull lag verður ekki lengi á tóknum held ég get lofað því. Herðu, það er komið að slúðrið dagsins, tilbúin í slúður, Hjörvar. Já, ég ætla að byrja slúðrið á Russell Brand og Katy Perry. Þau eru eins og, flesti vita, skilin í dag og voru að skrifa undir pappírana, en það sem kom fólki á óvart er að Russell Brand sem er metinn á rétt rúmar $4 milljónir, hann fór ekki fram á neitt af eignum Katy Perry þó hún sé metinn á $40 milljónir. Þau skrifuðu ekki undir svona prenup eða hjúskapasáttmála, hvað sem þetta heitir, og því hefði Russell Brand mátt fara fram á helmingina öllum eignunum. Það er ekki samt svona aðeins svalar að sleppa því. Jú, þetta er mjög töff, sko. Sleppa að hirða á hana alltaf selana, sko. Já, þú veist að heimta helmingin, hann bara, nei, ég er bara feskur, bara skilnaðurinn flott, gleymum þessu. Þarna er samt þetta svona sínur svolítið muninn á kallum og konur, sko. Konur taka alltaf sinn helming, sko. Já, viltu meina að þetta verið öfugt og þá er Katy Perry farið fram á helmingin? Þú auðvitað átt að taka helmingin. Þú veist, þá getur við chilla helviti lengi. Já. Það er líka pening. Ljótt að segja, maður hefur glátt að sækja sína $20 milljónir þarna. Lítið til Miami í nokkur og chilla, vera bara South Beach auðvitað. Já, helviti átt að pening núna þetta. Já, ég tók helmingin með það. Bara það stóð til bóða. Katy Perry monið. Katy Perry monið að skila sér maður. Herru, svo er það næsta slúður, það er Gary Busey, einn minnstalasti leikari heims og FM hlustendur veit ekki hver Gary Busey er. Jó, að veit allir hver Gary Busey er. Þú veist hver Gary Busey er. Hann er stórkostlegur leikari. Er hann stórkostlegur leikari? Já. Hann leikur alltaf sama gæðin. Hefur þið séð Point Break eða? Já, ég mér líf sem þess Point Break. Þú veist að Gary Busey er tilnæmdur Óskarsvölinu. Já, hvernig var það? Fyrir Chaplin. Hvað ár? Það hefur verið kringu svona 90 eitthvað, 94 myndi ég halda. Það alltaf verið fyrir 92-3. Já, eitthvað staðar þar í kring, en allavega þá er Gary Busey, hann er gjaldþrota kallinn. Hann hefur ekki farið vel með peningi sinn. Hver er ekki gjaldþrota? Já, þú veist, það er náttúrulega Hollywood-leikari sem að, hann er eins og stendur hérna, sko, hann hefur þénað yfir, sko, $30 milljónir. Og hann á engan pening í dag. Ok, það er þeirra. Já, Gary Busey, hann er á haustnum. Þetta er kannski ekki alveg það sem að, eins og Hjörvar segir, FM hlustendur kannast við. Svo er það hérna í lokin Robert Downey Jr. Hann eignaði strák núna daginn og hann er búinn að skýra. Það er ekki lengi að þessu að núti og hann skýrði son sinn Exton Elias. Robert. Veit ekki með það nafn. En það í Bandaríkjunum, sko, það var þannig út nefndur leið og bara kemur út. Já, ok, það er sniðugt. Það er ekki beðið í einhverja nokkra vikur með það, sko. En það var samt, eru þau skýrð bara, hvað er prestur það bara þeirra krakki ekki með það? Nei, þú getur nefnt bara þar sem geta skýra það, sko. Já, ok, svo hann skýrðu setna. Já, það er bara, það fer eftir trú. Það þarf að skýra krakkan. Það er að skýra hérna. Er ekkert Íslands slúður? Erum við ekki með neitt Mána hérna á X-inu? Harmageddon gæja þarna. Þorkell Mána? Já. Hann var ekki í þessum slúðubakka alltaf? Ok. Hvað er það? Við gætum verið með Róndi slúður á hann kannski í næstu viku. Já, varstu að heyra eitthvað? Já, ég er svona að vinna í smá frétt. Ertu að vinna í smá frétt? Ok, herðu hérna, þetta var allavega slúður dagsins. Hér rétt handa á hornið bæði Brjátbryggi og Flottulega-keppnin, en við ætlum að fá núna Jason Derulo. Þetta er drullu gott, sko. Finnst þér það? Hei, Afrika. Með Jason Derulo, minnsætt lag hér á stöðinni, þó svo allir í þessu stúdíu sé ekki samála. Gæði lagsins, en já, talandi lög og gæði, Hjörvar, þá varst það að biðja mig íslenskt slúður hérna áðan. Og þá getur nú sagt þetta að Ásdís Rán og Ósk Norðfjörð eru að fara að gefa út nýtt lag. Ásdís Rán og Ósk Norðfjörð gefa út lag næstkomandi mánudag, menn það er stöðlu að kalla sig Blondís í tónlistarheiminum. Lagið verður frumflutt sem sagt á mánudaginn, já, og lagið heitir Electro. Nei, þetta er svona elektropoplag sem heitir Temptations. Ok, freistingar. Já, en í haust gaf voru lagið All She Needs Is Love og það var fyrsta lag þeirra í sammenningu. Og ég svona var að veltaði fyrir mér svona... All she needs is love. Nei, það eru Beatlatir. All she needs is love. Spurning hvort það er að vera... Ég veit það ekki, en svona... Ég fer samt að hugsa, sko, að því að nú fylgjast ég ágætlega með tónlist og vinn núna til dæmis á útástöðu. Ég hef aldrei heyrt hitt lagið og svona fyrir, hvern er það að gefa þetta út? Er þetta svona flippjaðan bara sem það eru að fýblast og leika sér eða á að reyna að meika það? Hvaða tjók er í gangi? Þú veist, fyrir hvern erst þú í þessu útvarpið það? Bara fyrir að því mér finnst það gaman. Þeim finnst það kannski bara gaman? Já, það er sem ég er að segja. Það er kannski aðalkvættið það. Þekkjur og stelpur eitthvað? Bara svona Ásdísi Rán, hæ og bæ. Eitthvað svona, þú veist. Ég þekki þessar stelpur ekki neitt, en það var hérna... En þú veist, ég þekki Ásdísi Rán ekkert, skilur þú, þannig sem. Það var hann eitthvað áramótudæmi hérna, nýjástæmi. Já.
og það var svona myndavel frá séð og heilt, sá ég. Það taka myndir af öllum á staðnum. Og ég svona, það er rosalega leiðilegt að sjá svona myndir af sjálfur sig, sko, þegar maður komin í hennar gýr, sko. Þannig ég hugsa bara með mér að nú fer ég bara upp og býð bara með að þetta er búið. Já, meðan að séð og heilt var að smella myndum og svona. Já, svo bara fór ég bara niður og fór á borðið hjá vinnum mínum. Og fór að spjalla þá og svo verið að taka einhverja myndir og síma og eitthvað, allt í lagi, bara eitthvað, þú veist, að fíblast og eitthvað svona, sko. Já. Svo fór næst í andlit af mér, tömdu og setna þegar ég sá að myndirna voru alltaf konar inn á vísi.is. Já. Þá hafði þessi Ásdísrán bara látið iPhone-in sinn bara inn á vísi.is. Hérna takk ég þetta hérna inn og... Hún sendi alla myndirnar úr símanum sínum á vísi og maður bara svona, herðu, hvaða bull er þetta? Já, þetta er greiðlega góð típa, sko. Ég ekki að maður verið eitthvað pirraður en... Nei, en ég segja að hún er að gera góða hluti eins og með undirfattalínu sína og hún kom með eitthvað ilmi og svona og Ósk Norðfjörður er að gera frábæra hluti í barnegnum. Ég held að hún sé komið 6 eða 7 börn og veist þannig að þær eru alveg að gera góða hluti annars staðar. Ég er bara að spáði hvort að tónlistin sé þeirra vettvangur. Já, ég meina, við verðum bara að heyra þetta lag fyrst árum fyrir maður hraunni yfir það, sko. Já, ég endar ég alls ekki að hraunni yfir það. Maður ekki miskilja með, en það gerir svo Ósk eitthvað eða? Nei, og aldrei reykist á hana. Nei. Ósk Norðfjörður, var hún ekki eitthvað kross, var hún ekki eitthvað krossin eða þannig? Jú, herðu, það er rétt þér, hún var há frelsuðmaður. Ert þú ekki frelsaður? Nei, bara trúður. Ég fyrir aldrei farið á svona krossin eða veginn eða þannig? Jú, ég fór með af og ömmu þegar ég var gutti, hérna í Fíladelfíusöfnin. Já, ennþá alveg minninga það, en ég man... Fíladelfíusöfnurinn er algjört lightweight stuff, sko. Ég held að crossin sé aðaldæmið. Já, ok. Ertu komin í heavy stuff þegar þú ert komin í crossin? Ég held að það sé the heavy stuff, sko. Er það svona heroin þegar það kemur að svona trúarmálum? Nei, þú veist, Kópavog er mekka, þú veist, svona sértrúarsamna. Og þetta hefur alltaf verið svolítið í kringum okkur aðna, sko. Þannig að ég hef svona litið þarna inn. Hefur þið farið á eitthvað svona samkomi eða? Nei, ég hef bara hort á eitthvað svona samkomi í Omega. Já, ég reyndar sko... Það voru gæi að lækna fólk. Bara gæi sem að lafa bara fastur í hjólastól og hann bara kom einhver gæi bara og setti einhvern góðan anda yfir hann. Hann bara fór lappand út. Það er mjög fyndið, sko. Ég gæti fest yfir þessu og Lilja hérna, mín fyrrvandi, hún var sko að byrja að hafa pínu áhyggjur af því, bara hérna því oftar hún kannski kom fram, þú veist, maður var oftar vakandi lengur og þegar hún kom kannski fram og notur eitthvað, þá var ég að horfa á Omega bara að ég var svona einhvern veginn festist yfir ruglinni, það var ekki að því að ég trúði þessu það sem var að gerast eða... Sko ég get sagt þér að, þú veist, fyrir mörgum árum, þá var maður svo þakkláttur fyrir hverju sjónvarpsstöð sem maður fekk í sjónvarpi, sko. Þú veist, ég maður þegar Íraksstríðið var þegar ég var 11 ára, bara það að vera með BBC og Sky. Já, sá sprengjular og allt ruglið. Já, maður bara horfði á þetta allan daginn og nánast reyndi að fá að horfa líka á nóttunni, sko. Já, en við svona trúamál, við erum að detti smá Harmageddon hérna. Ferð þú með bænir? Nei, ég gera það nú ekki, sko. En þú verður til dæmis hræddur í flugvél. Vélum var að byrja að hristast, myndur þú spenna það saman greipar og... Nei, ég er svona, það var ekki ennþá reynd á það, sko. Ég er samt mikill Jay-Z maður, sko, og Big G. Þetta er mínu menn. En ég, nei, ég er rosalatur. Fer sjaldan í kirkju, sko. Já, maður fer alltaf sjaldan í kirkju, en ég er samt... Alltaf sjaldan, verður maður að fara oft, eða? Já, maður á nú að kíkja í kirkju á til eða ekki. Það er ekki bara svona hressandi. Þú veist, maður fer í giftingarnar og eitthvað svona, sko. Já, giftingar og jarðarfarir, þetta er svona laga. Herru, við ætlum að fá hérna Take Care með Drake sem er hrikalega flott lag. Svo förum við talandi flott lag í flottulega keppnina. Hér rétt handa vöðni. Drake í hana með Take Care. Þetta er eins og ég sagði á hann hrikalega flott lag og Hjörvar við nú, ég nánast einhverjum einasta þætti hér rætt Facebook á einn eða annan hátt og já, nú var nú einn ungur strákur hérna í fyrirtækinu að lendi í leiðindamáli tengdu Facebook og... Alltaf einhver leiðindamáli tengslu við þessi ágættu síðu. Já, þetta er leiðinda. Hann er á lausunum á strákun. Já, konan hætti með honum. Hann gerði einhver anskota svitlis að hann inni. Já, þetta er stór hættulegt. Þetta er stór hættulegt og Karl Grey, hann er núna bara einstæðingur í dag því að hann fór ekki varlega. Já, og ákvað að fara inn á þessa samskiptasíðu og sínum tíma. Já, hann er alltaf mörg á síðan hann gerði það en hann var þarna með einhver samþykki sem hann hafði vist ekki heimildi til. Nei, ok, við skulum bara, ég meina, þetta er nú ekki þekktur einstaklingur og við erum svo sem ekkert að fara að heiðilegja neitt fyrir honum og hann kemur þá bara hérna og lætur okkur heyra það. En hvar liggja línurnar? Þarna við getum nú bara sagt hlustundu það að það er strákur þetta sem við þekkjum, svona kunningi okkar sem að fekk allt í andliti því að hann var að accepta fyrirverandi kærustu. Já, svona. Það var eitthvað svoleiðis og hann hugsaði þetta ekki alveg út í enda. Nei, en mér þetta er svona fullt gróft, eða kannski segir hún aðra sögu að þessi stelpan, maður veit það ekki. Já, ég var ekki gaman að heyra í hlustundu, hvort að einhver hérna sem er að hlusta
hafi verið sparkað út af einhverju Facebook-tengdu. Já, ok, og svo viltu spila hlustendur? Já, ég meina það. Við gamlir og feitir getum ekki verið að ræða þetta. 511-0977. Nei, 511-0957. Og endilega eru með eitthvað að sögu handa okkur eftir að hafa verið, sparkað á Facebook. Já. Þetta nú fyrst sem við prófum að opna síman í Facebook-umræðin okkar og við skulum sjá hérna. FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég þekki reyndar ekki til þess að fólk hefur verið sparkað fyrir það. En mér finnst full gróft að sparka kærleikonum með hann að accepta fyrirverandi kærleikonu sinni á Facebook. Já, en hvar á að draga mörkin? Hvað má og hvað má ekki á Facebook? Má hann vera að tjatta við hana? Já, ég meina ég tjattaði fullt af fyrirverandi kærleikonum mínu. Já, fullt? Hvað? Stelpum búin að röflu? Já, fullt af vinum sem ég var einhvern tíma að deyta fyrir mörgum ára síðan. Hvað það? Já, góða punktur, já. En þér hefur allavega ekki verið kastað fyrir einhverju Facebook-öðsinn? Nei, maðurinn minn með ónæmi fyrir Facebook. Hann já. Það ekki líka langþægilegast bara? Jú, hann ekki með Facebook og hann finnst það mjög leiðilegt. En við vorum að ræða eitthvað við strákinn, hann kom þetta með ágætispunkti, það sem að kærastinn hans kom með. Hún var að spyrja hann af hverju ósköpunum hann var að addenni ef hann ætlaði ekki að tala við hana og hafði engan áhuga að fylgjast með henni. Það fannst mér svona ágætispunktur. Ég meina fullt af fólkinu á Facebook sem ég ekkert að tala við dagstæðilegu lífi. Nei. Ég meina Facebook bara Facebook. Ég meina þú með fullt af fólki en þú talar ekki við og myndir ekki eins og heils út á götur, skilur. Góð punktur. Ég meina það þýðir ekkert endilega að þú veist að fara að halda framhjá. Ef að samband ekki traustar en það að þú verður hræddur við því að kærastiðin því að accepta einhverja stelpun á Facebook en þá, ég meina, það bara eins gott að hætta því, skilur. Sammála, takk hérlega fyrir þennan punkt. Ok, herru við og hvað, prófa tóðinu viðbót. Hvort sé eitthvað sem hefur verið sparkað út af það sem hann gerði á Facebook, FN95 blöð, góðan daginn. Halló. Góðan daginn. Góðan daginn. Þarna, ég þekki skítal þegar ég heyri hún. Þessum hefur verið sparkað hérna á Facebook. Góðan daginn. Góðan daginn. Já, komið sælir. Hefur þið verið sparkað eftir eitthvað skít sem þú gerður á Facebook? Já, herru, þessi var hress. FN95 blöð, góðan daginn. Sælir. Þóra Jónas heiti ég. Hvað sér þið? Blessaður. Þóra Jónas heiti ég. Hvað er sæll að blessaði, Þóra? Mér var eins og sparkað fyrirverandi kærastunni. Nú? Hún Ásthildur Guðný. Ekkert annað. Og þið geti bara, ég veit ekki hvort ég má segja hérna, en hún virkilega þreytt gæla. Nú, ok. Ég pókaði þar á stelpu og mér var bara sparkað. Já. Það var ekkert saklausur en það, bara pók. Já. Þetta bara búið, pók og búið. En á hverju að póka? Af hverju að póka? Þetta heit gæla, á hverju ekki að póka? Come on, ég á föstu, ég ekki fokkin giftur. Nei, ok. Þetta, hvað er þér í hérna? Herðu, já. Herðu, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Það er ekkert að segja, þetta dæmi sér sjálft. Já, þetta er mér sjálft. FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan, blessaðan. Góðan daginn. Þessum hefur margóttur sparkað út af. Já, 150 maður. Blessaður. Ég held að fara á þetta stelpum eins og ég var einn stelpum sem var rosalega hrædd um mig. Ég mátti ekki senda message til systur mín og það væri bara hvað er þetta að skrifa? Og það var málið, skilur, það var hún hafði haldið fram í öðrum gæja, skilur, þannig að það var haldið paranoid gagvart öðrum, skilur. Ok. Það er svona, sko. Ok. Þannig að ef þeir strákar að pælingur núti, þá myndi ég mæla með þeir skoða þess bakgrunn hjá henni, skilur, spurði fyrir eitthvað hvort hún búin að vera ykkur svona, þá veit allan hvað að fara út í, sko. Já. Þetta eru flott ráð, við höfum bestur hlustundar, það er ekki hella fyrir þetta. Já, ekki málið. Takk hérlega, það mjög fyndið, sko, að sjá munin hérna. Þegar ég var sveppa opnum fyrir síman, eins og við vorum að opna fyrir síman hérna þriðjudag, það var bara svona hálf óþægilegt umræða því að það voru eiginlega bara börn. Núna, hérna grjótætlið að hlusta. Það er the educated people, þegar ég hérna. Greinilegt, herðu, við ætlum að fá auglýsingar og svo er það flottulega keppnin og ég er með rosalegt lag. Hjörvar, ertu búin að velja það lag? Ég er svona ennþá að hugsa. Ertu ennþá að hugsa? Ok, þú hefur svona nákvæmlega svona 2 mínútur kannski. Stjörnufréttir, spjallviðs að þekktu og topptónlist. Svali á FM 957. Quesadilla með kjúklingabringu eða nautasteik á aðeins 699 krónur. Núna á Taco Bell. We are family. Febrúar er fjölskyldumánuður á American Style. 12 ára og yngri borða frítt allan febrúar. American Style. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. 2-föld brakandi snilld.
Tilboð á stöðunni, tilboð í dekk, smurningu og fleira. Þetta allt í Orku-appinu. Orkan. Nýtt í bíó. Safe House. Frost, the most dangerous man alive. Mögnuð spennumynd með Denzel Washington og Ryan Reynolds í aðalhlutverkum. You're not gonna get in my head. I'm already in your head. Safe House. Been waiting a long time for this. Frumsýnt á föstudaginn í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Úrilla Górillan kynnir Heineken Bingo í kvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Úrilla Górillan og Heineken. 1 SMS í 1917. Hraðpenningar.is. Þorra milljónir. Nú stefnir potturinn í 28 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. Allra síðustu dagar útsölunar. Gallabuxur frá 1990 til 4.990 og úlpur á 4.9. Herra Hafnarfjörður. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja. Lakkeról, slættir úr körlunum. FM 95 Blö á FM 95. Here's my key. Lag hérna sem hefði nú alveg getað plumma sig í flottulagakeppninni en það einmitt komið að henni flottulagakeppninni og fyrir ykkur sem að hlusta á þennan þátt í fyrsta sinn að þá fáum við Hjörvar báður að velja eitt lag sem við teljum hrikalega flott og svo það hlustendur sem kjósa og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Já, reyndar sko, núna ég með nýja taktík sem ég tel hlustendur finnast hrikalega flott. Já, ok, byrju hvað ertu búin að spila alltaf bara sem að þér finnst flott? Já, en þú veist, núna ég bara með lag svona sem ákkurat sem að FM hlustendur munu alltaf velja sem betra lagi. En finnst þér það sjálfum ekki flott? Jú, mér finnst það fínt sko, en ég veit bara að það ekki hægt að vinna þetta lag. Ok, hvernig staðan? Ég er með 4 sigur og þú 1 ekki? Þú með 3. 3-1, já. Þannig að þú gætir, ég minkaði munin hjá Pétri og hann í karaoke-keppninu á miðvikudaginn í 3-2 og þú gætir gert slíkt þið sami í dag. Hvort viltu vera á undan eða eftir? Ég ekki bara réttast að ég byrja þetta því að það ekki hægt að... Gæti að topa þetta? Næja, þú ert vel kokki í dag maður, ég fylgða. Það ekki hægt að vinna þetta því að FM hlustur þeir elska þetta. Hefur allavega þá þetta lagið hans Hjöbba hérna, ert þú klár Hjöbbi? Ég þætti að vera klár, ég menna... Hann fær 90 sekundur og... Heimur, take it away. Ok. Það er bara klassíkin, sko. Það ekki hægt að vinna þetta. Jú. Þetta er stemminglag. Þetta er solid FM hittari. Já, en Hjörvar, við erum ekki á þjóðhátíð núna. Þetta er lag sem ég til að heyra. 50 dagur, mörgum, þú veist, það er bara ekki sem dreymir að sé 50 dagur núna fyrir þjóðhátíð. Það er ekki að þannig veður úti. Vissulega, ef þetta væri síðasti 50 dagar fyrir þjóðhátíð, Hjörvar. Hækka þessi. Já, út kom 1,5. Hérna, ég að segja það, þú væri örugum í sigur að það væri 50 dagar fyrir þjóðhátíð. Núna það er langt í þjóðhátíð, þetta er ekki bara að vinna þetta, sko. Þessi allra hörðustu, þeir eru byrjaðar að prenta bólina og eitthvað, sko. Herðu, ok, þetta var allavega lagið hans Hjörvars, en hér er mitt lag og ég trú ekki öðrun að hlustendur sammála mér því að þetta sé flottara lag. Þetta tengist ekki þjóðhátíð, þetta tengist hann Stockholm. Þetta er alvöru, sko. Hlustaðu nú, Hjörvar. Nei, ég fæ 1,5 mínúti líka. Besti parturinn er ókominn, drengur. Segðu þess aðeins. Nei, hlusta aðeins, það er að koma rosalega partur núna. Hvernig getur þú verið að hrista hausinn í alveg? Ég finnst ekkert ömulegt, er þetta íslensk hljóðstil hann á Maus? Nei, þetta er Muse. Þetta er svo gott lag, en jæja, 1,5 búinn hjá mér. Já, ég held, þú veist, þetta var mjög lélegt til þess að reyna að vinna Reim og Begga í Sóldök. Herðu, þá er það hlustendur, hvort finnst ykkur Stockholm Syndrom með Muse eða Lífið er yndislegt með Landi og Sonum. Betra og... Já, ég segi Hjörvar, það er ekki 50 dagar fyrir þjóðhátíð, þannig ég held þess að vera rúllaður upp einu svona. Rétt að byrja. FN95 Blöð, góðan daginn. Hjörvar. Gaf fyrir þetta, vinnur. Hvað er þú gamall? 9. Stendur vel. Gangið vel, stay in school. Þetta var frá, stay in school og say no to drugs.
Hörru, það hérna, Hjöbbi fekk 1 9 ára, ég átti að skella bara leið og ég heyrði röddina því að þessi var ekki Þessi drengur var ekki bara að segja Stockholm-syndrom. F9 fyrir blöð, góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan dag. Auðvitað að uddi, mann. Atna, þekki, ég heyrði á röddinu þessi var með smekk. Hinn eitthvað með klófin persónuleika? Hvað er þú eða að ringja á landinu, maður? Það engin Vesturmannahelgi núna, sko. Já. Það Stockholm-syndrom. Það góð. Ég rána með svo rödd, hún bara drullu góð. Já, það heyri ég meistari. Það er alveg að gera sér. Takk fyrir þetta, Öllur. Það er ekki mæli kallt. Ok. Herra, staðan 1-1, ég minna ef að atkvæði þarna telst á hann. FM 95 blöð, góðan daginn. Halló. Halló. Það er Hjöbbi. Þakka fyrir það. Klassi, takk hjá og toppmaður. Ég leiði ég heyrði þetta að vera fullorðið maður og ég held ég að vera með þetta. Toppmaður, þetta er alveg toppmaður. Herru, 2-1 fyrir Hjöbba. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, ég var nú að segja Hjöbba. Þakka fyrir það, lífið er þú verður að átta aðeins á því að þetta er F957, þetta er ekki Axi eða eitthvað svona drast. Nákvæmlega. Stockholm-syndrom með Muse. Við spilum Muse hérna á FM 95. Þetta er greinilega kona með bein í neón. Ég ránar gaman að heyri það. Forréttind að fá svona konur inn. En ég er samt að segja, við spilum Muse hérna á FM 95. Já, ég hef aldrei heyrt lag. Nákvæmlega, þetta var glata lag og ég þakka gott atkvæði frá glæsilegur konum sem þér. Þakka ég kærlega fyrir. Takk fyrir þetta. Herru, já, þessi er bara... Ég skal fá góð atkvæði. Annars er ég bara skell lána hana, maður. Herru, FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Lífið. Já, ég heiti þetta maður með vitt. Það er Hjörvar Halla. Þakka ég kærlega fyrir þetta. Þetta er mikið ruglana hitt. Stockholm-syndrom. Þú ert greinilega mikið þjóðhátíðardólgur. Ég er þjóðhátíða maður. Já, gott að heyra. Herru, þú ert greinilega að gera góða hluti. Ég er að vera tapsár þetta, sko. Þetta er alveg pyrrandi. Herru, já, 4-1 Hjöbba. Trú ekki að Hjöbbi að þetta trikks hans sé að virka að spila þjóðhátíðarlagið FM 95 blöð, góðan daginn. Stóri G hérna, ég tek Hjöbba. Takk fyrir að Stóri G, the one and only Big G á Íslandi. Hann hafði ekki Hjörvar. Hvað segir Stóri G maðurinn? Hvað segir Stóri G maðurinn? Hann segir helvíti gott maður. Alltaf massaður? Já, ég held að þú myndi taka Muse, drengur. Nei. Herru, já, hinn eini sann Stóri G, hann ræður úrslitum. Takk hjá. Alltaf ekki. Herru, 5-1, ég ætla samt að spurja eitt hérna Ganni. Ég skilur ekki alveg. Já, ég verði þetta 6-1. Nei, FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Hver er það fengið þitt atkvæði? Það er Rutti. Já, ég held það maður. Ok, heyri, bæ. Takk aðeinslega. Herru, ég fekk eitt pitt í þetta í lokin. Herru, Hjörvar, þú vinnur með 5-2. Ég bara las leikinn rétt. Já, ég get ekki tekið það þér, þetta var vel gert þér. Og staðan honum 3-2 í heildina, þannig að þú ert eiginlega bara komin aftur inn í þetta. Já. Líður ekki vel? Jú, mér líður þetta vel, sko. Ég ákvaði að kvíla pitbullu þessa vikuna. Já, en það fyrstu loksins eitthvað atkvæðu, leiður þú kvílir pitbull, þá bara, ok, Hjöbbi. Nei, það var svona frekar nett fyrir mig að skoða þarna síðuna FM957.is sjá að International Love með Pitbull er komið í efsta sæti á vinsældalistanum. Frábært. Það er smá sigur. Nei, það er ekki sigur fyrir þið. Þetta var sigur fyrir þessu, ég lofa því. Herðu, steyttist í Brjánbreka, Töðhóttni og fleira. Hvað held ég, Kristín Aguilera og Hjörvar, ég verða aðeins að fá að stoppa það aðeins hér. Þú ert að tala um þetta hefur verið svo fallegt move hjá þér og skeining og eitthvað og ég er að fatta það núna, þetta var pínu mér að kenna líka því að þetta lag var aðeins of hart fyrir FM 957 hlustendur. Það er líka bara aðeins svo leiðilegt. Nei, hvernig Stockholm-syndrom með Muse er ekki leiðilegt lag, Hjörvar? Þú getur ekki sagt það. Það er mín skoðun. Þú sagði ráðan, þið finnst það ágætt. Ég finnst alltaf lægi, sko, en þetta er frekar leiðilegt lag, jú. Ok, ég þarf að koma með eitthvað grjóthart lag næst, það er nokkuð víst. Það veist hvað, það er dálítið magnað, það hafa verið að breyta öllu í Kópavogi og nýr bæjarstjóri verið að henda öllu og svona. Já. En það er alltaf skýt sama. Já. Þú veist, þú ert til dæmis ekki þaðan og þú vissur bara af þessu. Það er öllum drullu sama. Já. Sem er pínu vandamál. Er ekki flestum sama Kópavog? Nei, það er einhver sam Kópavogin sjálf, sko, en bara það er öllum skýt á hvað gerist það. Það er allt vittast þarna, það er Ég bjó reyndir í Kópavogi núna ég bjó í 6 ára áður í Fluti, Garabæn. Þannig að ég hef alveg góða tauga til Kópavog. Já, og bjóst hann svona eiginlega meira bara í Breiðholtinu. Breiðholtinu? Já, þú varst þarna að hæra með Breiðholtið. Man beiti vinstir í Breiðholtið, hæri til þín. Já, ég var samt í Kópavogi. Já, ég veit það. Ég var bara upp að Vasendan. Þá er ég ekki í Breiðholtinu, þá er ég í Kópavogi hér og sko. Já, þú keyrir upp Breiðholtsbrautina og beiti vinstri í... Nei, beiti svo til hægri. Og svo til hægri, ég segi það. Flott hjá. Ég var samt ekki í Breiðholtinu. Nei, ég er samt búið í Breiðholtinu. Ég er búið í Yðurfelli 6, bjóð þar í 2 ár. Það er grjót. Já, þar lærði ég mitt að verða jafn harður og ég er. Já, þú er rosalega harður. Þar lærði ég my street smarts. Já. Það lærði ég hérna áður ég tala mér um my street smarts, þá ætlum við að fara í auglýsingar, svo er það Brjánbreki.
FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredía. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredía, láttu það eftir þér. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Kanye West og Jay-Z, en það hins vegar komið núna að grínista sem bæði hataður og elskaður. Hann kallar sig, Brján Breka. Ég held hann kalli sig það ekki, hann heitir það held ég. Já, ok, menn ef hann heitir Brján Breka, ég lítur hann kalla sig það líka. Já. Þú komin í sjálfvirkan símsvara hjá Brjáni Breka. Ef ekkert valið, þá máttu hoppa upp í raskættar. Já. Eitt sem ég fatt ekki, á hverju hætta litli gaurar á brjósti? Ég meina, þetta ekki snilt og 700 tútur bara framöndir öllu. Og hvað málið með að frikka Dór? Djöfinn er lítill. Það bara táfíla á árinu á honum. Hvað málið með það? Já, þetta drillinn og ég heyrði mitt í þessum dreng í dag og við skulum bara fá að heyra í það. Heyra í kauða. Blessaður. Nei, Brján Breki, hvað segirðu? Ég segi gott, þvílíkt tilvíðun að þú setja að ringja, þú mikli meistari. Nú, okkur? Ég að hendi einn ógeðstrykk. Nei, þetta blandar ógeðstrykk. Ég að blanda smá ógeðstrykk, pilsner og volkur, próteinshake, sinneb, egg og smá hnakkostur. Ná, skemmtilegt. Fara með þetta heim til sveppa og láta smakka þetta, gá hvort hann ekki að prófa svona ógeðstrykk. Hann oft hvað heldur hann sé að vera að smakka þetta fyrir þig? Hvað ekki í lagi með þig? Jó, en á hann ekki ennþá heima hann réttur og hann skeifuna og það hann. Ég fari oft heim til þess, en hann smakkar þetta alltaf. Ég alltaf að hitta hann líka, sá hann á bensínstöðum daginn. Já, það ekki gaman að því? Mér datt bara einhvern góðan brandar í hug þegar ég hitt hann. Ég ætla að lappa fram með hann og segja eitthvað fyndið, sko. Já. Ég bara sagði eitthvað, geðið dýrt bensín og hljópi burtu. Ég ætla að fara heim til hans eftir og láta hann smakka þennan drikk, sko. Þetta mest ógeðsdrykkur sem ég búið til. Hann ekkert að fara að smakka því að þú getur alveg sleppt því, sko. Jú, hann er alltaf opnað urðina þegar ég bara... Brján, hann ekki að fara að smakka einhvern ógeðsdrykk sem að þú ert bara að blanda og fer með heim til hans. Þetta er ekki fullorðinn maður. Hann opnar alltaf þegar ég banka. Já, ok. Herru, ég verð nú samt að segja þér hérna áður og höldum áfram, Brján, að þá vera kvart undan þér. Veitu hvað í gangi? Við Hjörvar, við erum með svona tuðhóttni í þættinum okkar. Ok. Og það var kona sem að ringd inn og henni fannst þú leiðilegur og talaðir illa kvenfólk og kallaði kettlingar og var svona kvart undan þér og var ekki ánægð með þið. Var hún ekki á túr eða? Var hún, Brján, hættu þessu. Ég veist að ég treysti einhver sem blæðir í viðgótt er ekki. Já, frábært. Það er töffjaður. Ég ætlaði bara að láta að vita af þessu. Ok, en hérna... Hvað séu, var Trópi að hætta á FM eða? Var Trópi? Var Trópi að hætta á FM? Það tala um Svala? Já. Það er Svali Trópi. Er hann að fara yfir á Danan? Þetta hérna, ég kalla hann Trópi. Já, ég heyri það. Þessi er bara nokkuð góður. Herðu, en hvað er málið með kettlingar, feitar kettlingar á hlaupabretti? Ætlaði bara endalaust að hlaupa í spik? Já. Já. En hérna, og hvað er málið með stelpur sem eru með gleyma slá garðinana fyrir neðan? Það er frekar leiðilegt að vakna með að arfa á milli tannana daginn eftir. Nei, bara ekki hennan dónaskap. Þetta er akkurat ástæðan fyrir að vera kvart undan þetta, einhver. Ok, þetta er samt góð brandari, sko. Já, kannski einhver staðar. En heldur þú ekki með kindakjól? Hæ? Kindakjól. Heldur með kindakjól? Já. Er það að meina tindastól þá það? Kindakjól, ég kallaði það. Já, það er frábært nafn á því. Og svo heldur líka með Manchester United. Já, þessi... Ég verði nú gjössalega teknir í bakari á laugardaginn. Nú, ertu púllari eða? Mínir menn mæta og taka ég. Eitt sem púllari ávart púllari, kallið minn. Það kemur ekki ávart að þú aldrei með Liverpool, Brján. King Kenny er og mun alltaf vera minn maður. Já. Hann er nú búinn að gera ágættur hluti þarna fyrir ykkur. Já, þetta er alveg illa nett, sko. En við vonandi tökum þetta heima ætli. Ég var endur að komast að algjörum skandal daginn. Nó? Ég hef vist búinn að vera að sleikja iðnaðarjúllur í einhverja 67 ár. Ok. Hvað, út af þetta að tala um sílikónu hana? Já, iðnaðarsalti hana, iðnaðarjúllur. Já. Já, en Trópi farin bara yfir á kannan. Já. Trópi. Þú sagðir þetta áðan. Já, ég veit það, en þetta er góður.
Já, góða brandari þær. En, veistu okkur Páll Óskar á móti, Eurovision? Nei, okkur. Hvernig veit, ég veit það, ég er ekki hommi. Já. Þú ert svona brattuð maður. Já, maður er dálítið hress núna, sko. Já, ég heyrði það út í miklu stuði. Ég fór með vini mínum Magga, frænda og Rabba í bíó daginn, sko. Já. Og það gerist oft svolítið fyndið eitthvað þegar ég fer eitthvað, sko. Já, mikið fjör í kringu þig. Ég er að byrja með þetta svona í uppistandinu meira svona, þú veist, svona grín, sko. Og Maggi ítir í mig og segir svona, já, Brjánn, hvernig er ekki komað hlýja? Ég snýri með hann og sagði bara, spurðu Rabba bara. Já. Það heitir Rabbi, spurðu Rabba bara. Já. Þannig en ertu búin að fá ykkur viðbröðana við Borat eftir hömmunum minni? Alec! Fá ykkur viðbröð? You have a good deed. Alec! Nei, ég hef nú ekki fengið henni viðbröð út af það. Have a sexy time. Já, þetta, þú nærð honum. Já, þetta er alltaf að slá í gegn, sko. Er þetta að vinna með þess eftir hermunar svolítið núna? Alec! Já. Alec! Glæsilegt. Þannig að þú ert svona hress bara, Brjánn. Ég er mjög hress, Ég heyrði það út í miklu stuði. Gætir hann fengi Sveppa til að segja í þættinum sínum á þriðjudögum Crazy in the Brain House. Svona eins og í laginu, eða? Já, Crazy in the Brain House. Já, ég getur örugglega að dobla hann í það. Og hann litla kallinn til að taka köttin. Já, Pétur. Já. Já, það er örugglega hægt. Ekki? Já. Ert þú ekki með neitt svona? Nei, því miður. Ég er hvorki með Crazy in the Brain House nýja köttin. Þú veist, en það er svo fyndin í Crazy Bastard, Crazy in the Brain House. Já, stórkostlegt. Já. Það er gaman að heyri þér, Brjánn, og hafa það sem allra best. Þetta skemmt eitthvað um helgina? Já, ég er að fara sem sagt í 2 fyrirtæki. Já, glæs. Og verð þar með svona, þú veist, ég kem hann alltaf byrja alltaf all grín með Smáralindabrandarana. Hvað er málið með kettlingar að vilja alltaf Vestbæði Smáralind? Já, það grenja alltaf allir úr löðrið á honum, sko. Akkurat. Þú veist hvernig Smáralind lítur út á hann. Gangir vel í giggunum. Veistu það ekki? Veistu hvernig Smáralind lítur út á hann? Jú, ég veit það. Já, stórkostlegt. Ok, bye. Bless, meistari. Bless. Bless, meistari. Bye. Já, hann er alltaf ferskur, hann Brjánn Brigi hér rétt handa hotnið Töð hotnið, hún kemur líka til okkur, hún Ástríður Viðarsdóttir sem er búin að gera allt vitlaust í Eurovision og ég hef ekki spurt hann mitt út í Eurovision. Hún er kannski ekki alveg búin að gera allt vitlaust, það er meina Páll Óskar sem er búin að gera allt vitlaust, sko. Já, hún er búin að hressa hann í græna herbygginu. Standa sig vel í sjónvarpinu. Já, slegið í gegn og voru gaman að fá hann inn í spjall. Þannig að það er nóg framundan en það er eins og komið að Jan Johnson. Jónsson, Always Gonna Be There. Þetta er flott lag hjá honum, menn. Já, virkilega flott lag. Þetta er mikill snillingur þessi drengur og óskaði honum allsins besta bæði í tónlistinni og lífinu. En Hjörvar... Lífinu, hvað? Þetta er bara svona. Ég er opnað með hérna. Nú ert þú með hrikalega flottan síma, Hjörvar. Takk fyrir það. Þú ert mjög stoltur á honum. Já. Ég á enga vini sem að ég monta sig að mikið af símanum sínum á þú. Hann er líka svona... er svo líffæri á mér. Já. Líka á mér starfar ekki nema hann sé... Þú ert alltaf í honum. Já. Ég er bara svona ángríns, þú ert alltaf í símanum. Þess vegna langaði mig að spyrja þig, hefur þú horft á klám í honum? Já. Er það máli? Ok, þú hikar ekkert við það. Já, því að hér þá verið að reka 3 menn sem sagt í Indlandi sem að sátu á þingi fyrir að vera að horfa á klám í símanum. Maður sást til þeirra og náðist á vídeo. Þetta er bara hár rétt, þú ert ekki verið að gera svoleiðis sem þingmaður. Nei, en það er, þú veist, ástæðum því ég vildi spyrja. Ég held að þú myndir potta að segja nei, sko. Hvar voru þeir? Indlandi, voru á þingi. Alls ekki Indlandi, sko, er lægi í Danmörku og einhver svona löndum. Þinginu í Íslandi kannski. Já. Getur alltaf komið út úr því bara, það verður oft er manni sendt eitthvað svona dót hérna message og ítir okkur. En ég hef ekki verið að sækist eftir, sko. Nei, en minna, þetta er samt ekki alveg, þú veist, mér finnst eitthvað rangt við það að vera að horfa á klám í símanu sinn. Bara, hvar þú ert. Ertu ekki sammála því? Jú, ég er alveg sammála því, en ef þú fær eitthvað mail eitthvað, kíktu hann link og þú ítir á hann, sko. Já. Ég er bara fórnarlamb þar. Já, þú vissir ekkert hvað var að koma. Nei, búið að reyka þess að gæði. Ég held að það sé bara rétt. Alþingismenn ekki verið þessu inn á þingi, sko. Nei, þeir eru að vera að spá í þjóðina og annað. Já, ég menn, þetta er á Indlandi, sko, að nú að fólki þar til að hugsa sko. Hvað búa margir á Indlandi? Það er eitthvað slatti, maður. Ég veit ekki. Það er á 200-300.000 manns. Já, það er mitt. Hvað ætla að sé? Halvu milljarður eitthvað? Nei, það er alveg miklu meira það. Milljarður í Kína.
Cirka? Já, ég þor ekki að koma með tölu því að ef hún hljómar illa, sko. Já, kemur svona heimskul út. Ég myndi halda það að væri meiri milljarður, svona ángríns. Já, ok, það getur vel verið. Ég byrjar að googla, sko, India population, sko. Herðan, segðu mig þannig, hvað finnst þér best við síman, sem átti alltaf með? Mér finnst best að, þú veist, náttúrulega geta horta á þessi vídeo og YouTube og svona, ef maður eitthvað ræði eitthvað við gæja, heyrðu, mannst þetta sem atriðið úr Last Boy Scout, það er Bruce Willis tekur hún á nefnbrýtun, hendir í á flassspilarna, því að sko iPhone gæðin er alveg, ég get ekki spila þetta. Ok, æj, þannig, sjáu þetta. Ok, glæsilegt, þá veit ég það eru fáir jafn stoltir af símanum sínum og Hjörvar Hafliðason enda á hann, voðalega flottan síma. Það er svona eins og það er aldrei átt neitt dýrt og flott og það fengið svona síma. Þú veist ekki hvað var óþólandi ég kipti bíó átalarna, veist. Jó. Það er svona álíka þreytandi með síman þetta. Þú mátt bara ekki eiga eitthvað svona flotta vörur, þá maður fær ekki að heyra neitt annað. Já, herri, það er rétt um hann, rúmu milljarður, 1100 milljónir. 1100 milljónir, þá veitum við það, í Indlandi og 3 nýreknir af þessum 1100 milljónum. Klámhundar. Klámhundar sem eru að horfa á klám í símanum sínum. Ertu að horfa mikið á klám heima hjá þér, Hjörvar? Nei. Hvað, þú sleppir því? Já. En ef þú yrðir að gera, hvað síðu færðu inn á? Ég ætla ekki að gera þessum mönnum þann greiða auglýsingu og svo leiðis. Rétt, já. Morgun þátturinn Magazín, virkamótna klukkan 7. Hvað, þurfti ekki að gera eitthvað svona íslenska bjóra með svona svíðakjamsbræði? Það geti verið snið. Sláturbragð. Svíðakjamma bjór. Svittin. Og ég fór Íslendingabók og hann segir mig, ef þú skildi í 8. ætli, þá sofum við saman. Já, og hvað? Og við erum ekki skildi í 8. Jú, við erum í 8 og við ætlum að sofa saman nú. Alla virkamótna á FM 957. Dílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Sommersby kynir Konukvöld á English Pub 5. 9. febrúar klukkan 8. Léttar veitingar í boði og frábær tilboð á barnum. Happrætti, höframaður, tískusýning frá Arfleið og Gammi og Sigga Kling sér stuðið. Addi og Ingunn trúpar sjónutónlistina fram eftir kvöldi. Allur ágóði af kvöldinu rennur til bleiku slaufunar. Ekki láta þig vanta á skemmtilegasta konukvöld ársins og styrka gott málefni. English Pub við Austurvöll. Sendibíla pústþjónusta. Pústþjónusta BJB.is. Taktu þátt í Chicago Town pitsuleiknum, safnaðu númerum sem eru inni í pakkanum og stimplaðu þau inn á chicagotown.com. Fjöldi vinninga í boði fyrir alla þá sem safna nægilega mörgum númerum. Leikurinn stendur til 31. mars. Fáðu þér Chicago Town Deep Dish pitsu í næstu verslun og vertu með í Chicago Town leiknum. Lóa Kropp, ómissandi, brakandi snilld. Hefurðu smakkað tuttan af Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Rauður risaslagur í ensku úrvalsdeildinni. Liverpool sló United út úr bikarnum á Anfield. Núna er komið að uppgjöri á Old Trafford. Manchester United Liverpool á laugardag. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. Panini, kaffið, rúnstykki, borgarinn og bara digg. Allt þetta beint á orkulíkilinn. Stöðin. Dílar.is í dag. Stærsta safn tónlistar sem völ er á Íslandi með partypassanum frá tónlist.is á aðeins 99 í stað 499. Dílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. FM 957, þetta er Blöð og Hjöppi K með ykkur til 6 í dag, klukkan á kortir yfir 5 og 37 sekundum betur fyrir ykkur sem að sjáuð ekki á klukku þessa stundina og það er komið að einhverju sem við Hjörvar köllum I wanna be that guy. I wanna be that guy. Já, það eru til svona menn í þjóðfélaginu þessum þú sérð og bendir á og segir bara ég vil vera hann. Já. Og við ætlum að gera svona könnun núna og fá hlustundur með í hana. Hvort maður myndi freka vilja og við ætlum að setja bara upp 2 nöfn í dag, eða ekki? Jó. Og þetta er engin smánöfn og það er líka alveg komin tími að maður fara að etja þessum 2 köpum saman. Þetta eru Ívar Guðmund og Arnar Grant.
Ívar Guðmunds og Arnar Grant, menn sem eru eins og verið menn eins og mig sem að hugsa mikið helsuna. Þá maður með andlitið á þessum mönnum fyrir fram að sinna á allan daginn. Maður að borða súkkulaðið þeirra, maður að drekka próteindrykkina þeirra. Maður að sjúga á þeim. Já, maður er með á í andlitinu og ég meina, í Arnari Grant, hvað ertu með þar? Ivar Gudmundsson svolítið meira minn maður, en ekki það, ég tek ekkert frá Arnari Grant, hann stórkostlegur. Arnar Grant, ok, tökum að vist, hávaxinn. Hávaxinn, ljósarður. Frábært hár. Já, frábært hár. Besti játningamaður í sögu íslenska hestamönsku, víst. Já, ok, það er ekkert annað. Hann túraði bara alla Evrópa því að hann var svo besti að játna. Margfaldur Íslands meistari í fitness. Það er ekkert annað. Eitt besti líkamsrættaþjálfari landsins. Já. Búinn að markaðsetta sitt eigið prótein og sína eigin súkkulaðistangir. Já, hann jaðar við það að vera fullkominn þessi drengur. Já. Svo erum við með Ivar Gudmundsson sem er ekki síðri maður. Hann er að tala hann er með flottustu rödd Íslands. Reyndar. Það er ekki hægt að fíblast í röddin á honum. Hún er rosaleg. Hann mætti stundu geti óskast að hann væri maðurinn minn og geti tekið pillow talk á mig alla nóttina. Ég myndi bara hlusta, ég myndi ekki fara að sofa. Svo erum við með, hann er betri í fótbolta líka. Þetta er stórkostlegur fótboltamaður, þvílíkur sprengikraftur. Og breytist í villidýr inn á fótboltavellinu sem segir mér að hann breytist í sama villidýr á öðrum velli, eða þú veist hvað ég meina. Svo erum við með þessi maður er Benjamin Button Íslands. Hann verðist vera eldast í vittlausa átt. Hann verðist vera yngri með hverju árinu. Góða punktur. Alveg ótrúlegur. Og hefur líka markasett sitt eigið prótein slikki og sína eigin próteindrykki. Já, og svo er þetta, ég sá bara núna daginn á Twitter, maðurinn er skíðagarpur, ákvað að taka konunni í rómantíska ferð og fara bara með hann á skíði. Hann er fáránlega góður skíðum líka, sko. Skíðin hans eru hestarnir hans Arnar, sko. Já, nákvæmlega, ok, við nullum það út þar. Þannig að það er erfitt að gera upp á milli, en bara Hjörvar, ég ætla að spyrja þig áður spyrja hlustundur, þú ættir að vera annarkvort Ívar Grant eða Arnar Guðmunds. Nei, Ívar Guðmunds eða Arnar Grant. Shit, hvað var heimskur maður. Því mismælti mig. Arnar Grant. Arnar Grant, já. Ég væri Ivar Gudmundsson. Þannig að þeir eru báðu komið eitt atkvæði. Þetta eru við 2 atkvæði núna. Já. Fyrstur upp í 3, þannig að þeir eru báðum 1. FM 95 blöðkort, viltu vera Ívar Guðmunds eða Arnar Grant? Það er Ívarinn. Ívar, já. Ívar vinnur þetta. Hvað er það sem Ívar hefur? Hann er eðal drengur. Já, algjörlega. Og ég hef oft líka séð það, sko, það er nú giftur maður en, þú veist, svona konur greinilega að horfa hýru auga til og svo vilja svona fá að spjalla við hann og þykist hafa bara áhuga á próteindrykknum hann, sko. Já. En vilja svona fá að vera nálægt, sko. En þú ert Ívarsmaður. Já, hann er þykkalur. Hann er flottur. Já, þá var hann 2-1 yfir og þá ætlum við að spyrja hérna næsta hlustanda. Hvort ertu Ívars eða Arnar Grants maður? Halló? Hvort er Ívar Arnar Grant? Já, þetta er hressandi fólk á tánum. FM 95 blöð, hvort viltu vera Ívar eða Arnar? Það er Arnar klálega. Það er Arnar Grant, það er náttúrulega frábær hestamaður, margfaldur Íslandsmeistari í fitness. Hvað er venda? Klálega, ég meina það er eins og hann þarf lítið að gera hann Ívar, sko. Hann er flottur, hann er snillingur líka. Ívar er líka snillingur. Takk fyrir þetta. Hann þarf enga lítið að gera, ég get lofaði því, kallið minn. Herðu, þá er það úrslitað atkvæðið, FM 95 blöð. Já, ég segi Arnar. Þú segir Arnar Grant. Hann er Arnar Grant vann þetta einví. Já, þannig að við getum sagt núna þegar við heitum Ívar Guðmunds hérna á göngunum á morgun bara, herðu, fólk vil freka vera Arnar Grant en þú, því miður. Arnar líka yngri. Viljum við ekki alltaf vera aðeins yngri? Maður sér það ekki, sant? Nei, lítar heikalega vel út. Já, herru, takk fyrir þetta. Já. Þá veitum við það, fólk vil freka vera Arnar Grant en Ívar Guðmunds. Já. Það er eina sem þeir eiga eftir að gera, það sem vantar frá þeim eru svona dúkkur. Eins og Birgitta Haugdal var með. $1 million idea. Já, spáði 2 krakka að leika sig með Ívar Guðmunds og Arnar Grant. Bara það er rosalegt. En ef þú segir aftur Ívar Grant og Arnar Guðmunds á ángríng, svona, ég er ekkert að grínast í þér, þá lem ég þig. Voðalega fyrir þetta fyrir brjóstaðir. Segðu Arnar Grant. Ívar Guðmunds, Arnar Grant. Ég mismælti með einu sinni þarna, ruglutallurinn. En þetta eru... Þessi hugmynd með dúkurnar. Action figures. Já. Spáði, þetta getur orðið bara svona... the shit á krökkum í Íslandi. Já, verður þetta að taka, verður alveg hér massaða dúkur. Já, þeir eru ekki með sverðanir, þeir eru bara með protein bars og eru með svona drikki. Og skjalatösku með drikkjónum. Já. Og eru svona, og kannski hluta einu missjónu, kannski tölvuleik. Og kannski, og þú átt að blanda þinn eigin proteindrykk, setja hann í fernur og markasetja hann og reyna að selja. Já, það er því... Getur það eitthvað svona spin-off tölvuleikur? Já, ég sé fyrir mig svona Sims-leik, nema hann bara þá.
skilur. Og það líka, svo getur við verið með auka karakter þarna. Þú ert alltaf á hrikalega flottum bílum því að þeir rúla alveg svakalega. Já, vá, maður. Ívar einhverjum bara stærsta jeppa sín síða á Íslandi, sko. Já, þeir eru svo gjössalega með þetta að maður öfundrar á báða. Herðu, við skulum fá Florence and the Machine, Shake It Out. Shake It Out og já, það er komið að lið hjá okkur Hjörvari sem að heitir Töðhornið. Þetta er, já, tækifæri sem fólk færi til þess að hringja inn og töða eins mikið og vill. Og ég ætla að opna þetta töðhorn. Nú, opnaði það. Það er einhver frétti þarna á vísi.is þar sem hefur verið kvart undan klámfengnum auglýsingum. Já. Það er við þar Kristínu Ásgeirsdóttur sem er, ég veit ekki einu sem hvað hún gerir, jafnréttisstofu. Já. Og hún segir að það rignir inn kvörtunum undan Keilusalnum á Akureyri og auglýsingaverkuna Dirty Night og einhverju góstrykja auglýsingu. Og þá var einnig verið að töði yfir einhverju auglýsingu frá einhverju veiðibúð en þar er fáklædd kona út í miðri á að veiða. Auglýsandinn hefur hins vegar hunsað ábendingar í jafnréttisstofu í hvert skipti. Ég meina, hvernig nennir fólk að hafa samband og töði við þessu? Nei, ég meina, það segir sér sjálft, það var stúlkóti á að veiða. Fáklætt, hvað kemur það veiðum við? Það er bara ekki gott veður og hún ennir ekki verið öllum hötunum. Bara kjánalegt, minnumandi. Þú að reyna að vinna það núna einhver kjánaleg breyk, eða? Það er eitthvað að treyla líka. Það er komið að Töðhorninu. Takkið upp síman, 511-0957. Töðhornið í FM 95 Blöð. Ekkert að fara að moka göturnar. Rákæs, stelpæs, hommæs. Veitu, hvað endar þetta allt saman? Ef þessu er ekki breytt á drepið mig. Hvar endar þetta allt saman? Þetta er vanhæf ríkisstjórn. Af hverju fá konur í viðskiptalífinu ekki meir umfjöllun? Það vita það allir að hann er hálfviti. Hvernig getur Luis Suárez fengið 8 leikja bann fyrir þetta? Já, við garbaðingar heimtum úrbætur. Ég læt alla vini mín á Facebook vita ef þessu verður ekki breytt. Hann er bara tónalúr. Erum við öll að borða iðnaðarsalt? Nei, strákar, nú haldið þið kjafti. Síminn er 511-0957. Akkurat, 511-0957 og já, Hjörvar, ég veit ekki með þeir, ég var til í gott tuð núna. Þau eru jákvæður núna, ég er mjög jákvæður okkur núna, þannig að, Já, herruðu, FM 95 Blöð, velkomin í Töðhornið. Já, sælir. Sælir. Björgvin Stefánsson í Haugunum. Blessaður. Herru, hvað djöð kettlingar að kvartaðanir brjánifrega? Já, það var ekki nógu gott. Vildur þú kvarta við því? Já, hvað djóka, hún lítur að vera að túra þau. Já, það er þetta góðu punktur öður. Mjög málefnalegt. Hún var ósátt við hann. Þetta var bara fáralegt, sko. Hvað það var að gera til þess að fá hann mann í auðvitað í partíi hjá sig? Ég veit að, ég hefur svo sem ekkert heyrt í honum lengi. Hann er eitthvað skemmt á frænda sinum helgin, held ég. Þannig að þú verður eiginlega bara að ringi frændans. Ég veit ekki hvað hann heitir, sko. Ég held að það sé ekkert allt og dýran brjótt, sko. Nei, hann lítur að þekka röddin í mér. Ok. Herru, takk fyrir þetta, Önur. Já, hann ringja á mig. Ok. Herru, já, það er Töðhornið hérna í FM 95 Blöð. Svona smá útvarpssaga í gangi. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, hvað er mál með fólk að gera ekki stefnir og það er svolítið byrjandi, veist mér. Já. Þú ætlar að töða hans við því? Já, það er svolítið óþálandi. Já, hvar varst að lendi í núna á hana? Nei, maður hefur bara lendið í svo, maður að fara inn í hringtorg og svona. Þetta brennir nú ekki á þér, þú sefur alveg, ekki? Jú, ég sef alveg. Segðu okkur eitthvað sem vil töðið við sem að brennur á þér. Hvað er að gera að brjála hann þess að? Ég er vakjum á mótnana, það er umulegt að vera vakjum. Það er umulegt. Hver er að aukja þig? Það eru foreldrar sem veist. Þú getur ekki bara sagt að hætta þig, eða? Jú, en... Hvað, ertu í skóla, eða? Á ég að kenna þér eitt alveg skotelt tricks til að vera ekki vakinn? Já. Ljúðu því að þessi forvarnadagur í skólanum. Foreldrar kaupa alltaf allt svoleiðis. Það er forvarnadagur í skólanum, þannig að skólinn byrjar ekki fyrir kl. 11. Já, ekki foreldrar mínir, sko. Jú, þau eru ekki eins klára á heldur. Þeir tekka öllu, sko. Herru, takk fyrir þetta, Önur. Já. Herru, þá við erum að leita hérna góðu tuð, ég verði til að fá einhvern alveg brjálan. FM 95 Blöð, Töðhornið. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Júlarinn hérna? Júlarinn, Júlkóngurinn.
Jú, herru, ég ætla að kvarta yfir veðrinu inn á Seltjarnarnesi. Já, alltaf rók. Alltaf rók, ég er búinn að spila fótbolta hérna í 10 ár og aldrei verið gott við þig. Hei, segðu mömmur og pappa þau að hellinga seðlum júlumeistari að drulla sér þannig í burtu. Já, ég segi það nú. Ég er enda bík hérna, ég bara kemur alltaf inn á gróttun að spila. Ok. Ég ætla að fara að spila núna, ég er þetta fyrir utan í skýta veðri. Þetta er gott, Herru, takk fyrir þetta, Hannur. Já, takk fyrir. Herru, tökum 2 tuð hérna í viðbót, FM 95 blöð, velkomin í tuðhóðni. Já, góðan daginn. Góðan daginn, já, ég elska því að það er gott tuð frá konum. Hæ. Hvað segirðu? Ég segi bara slókið. Herðu, ég vil tuða yfir því að hverju sískinni geta rifist svona hrikalega mikið allan daginn út af daginn. Já, sískinni? Já. Býtu, hvernig tengist það þér eitthvað sérstaklega? Já, börnin mín. Já, ok. Hvað eru þau gömul? Það eru 9 og 11. Og hvað snúast riflitin? Það er bara að vera til. Já, ok. Það er samt eitthvað bara, ég var alltaf að þrasa og rífast við systur mína. Og hún var alltaf að berja mig, sko. Já, hvað er að þér? Ég var fórnarlambið, sko. Já, það ekki. En hvernig er það að rífast slást fjastýringar? Það er nú oft svona klassíst. Já, það er svolítið sjónvarpið. Nei, bara að vera til, sko. Akkur er þú hér? Já, hann vill ekki hafa hann þarna. En væri þá ekki sniðugt bara að láta það hafa sitt hvort baseballkilvuna og bara hafa bardaga? Já, það er ekki bara lausnin. Útkljáta breyðskipti Útkljáta með batfight. Já, akkurat. Ég reynda fór illa með systir minna inn jóli þegar ég myndi þetta. Þetta er svona, ég var að segja, svona 6-7 ár síðan. Það myndi ég alltaf þegar ég var að slást við systir minna. Hún er 4 árum eldri en ég. Það fór sér í töðun, hún var miklu hraustari en ég, sko. Hún barði mig alltaf. Ég var alltaf að segja henni hvað ég hlakkaði til þegar ég var hún stærri og sterkar og hún, þá ætlaði ég að berja hann. Og svo myndi þetta einn jólin bara í einhverju flippu. Ég reðst að systir minna felldi hana og fór svona að nutta hnúunum bæði í svona hárvöxtina á hann og klípa hann. Ég stóð við þetta, sko. Já, þannig að þetta verður bara, þú veist, þannig að það verður fullarinn. Já, þetta verður alla æfi. Engar ágjur. Svo rífast út á peningu að vera eldri. Engar ágjur. Ok. Herru, bye. Takk hella. Herru, það er síðasta tuð dagsins. Velkomin í tuðhóttnið. Þú átt síðasta tuði. Sælir. Sælir. Arnur, ég er í menntaskóla. Ok. Og það fyrir ekkert smá í töðunar mér að það sé hérna heilsueflandi átak í gangi í þessum skólum. Já. Og taka burt allt sem heitir gos eða eitthvað sem er gott í kroppin. Og taka það allt og skipta því út fyrir bara eitthvað græmmetisdrykk. Er það ekki vandamáli, sko? Feitimaðurinn er búinn að taka allt góða stöffið frá okkur, sko, því hann réði ekki við þetta. Er það ekki náttúrulega vandamáli? Nei. Þú veist, núna, það er búið að taka kókapössi á okkur. Já. Af því eitthvað lið var að éta kókapössi í öll mál. Varstu, ég dref ennþá kókapöss, 31 árs gammal. Á laugardögum og sunnudögum, það er bara svona, ég dýrka að fá mig kókapöss. Það er alveg, ég hef ekki borðað kókapöss bara sína úrling. Ég veit ekki, já, ég samla því, ég borða ekki kókapöss svona í morgumatinn. Nei, ég meina... En ég heyra það Hjörvar að hann vil greina döði við að sé búið að taka það. Það er Já, þú ert búið fúllir við því, ég er mest fúllir þessi svona, það sé verið að taka mér almennilegt gos og svona dóti, ég þarf að hlaupa út í næstu búð bara til að finna þetta dót. Þetta er mjög pirrandi, sko, ég er alveg sammálaður. Ég hefði verið vel pirrað þegar ég var í fjölbrautinu að hefði ekki getað fengið mér eina rauða súpudós og snúð, sko. Nákvæmlega, það er Bíddu, geturðu ekki fengið súpudós í skólanum? Ekki neitt sem bragðast almennilega, sko. Bíddu, herru, ertu búin að... Sko, núna þurfum við að henda vinstri grænum í burtu, sko. Þið búin að taka á okkur súpudósina? Já, það er búin að taka á okkur súpudósina í menntaskólanum og það er ekki að ganga. Nei, það er stórkostlegt líka hvað baráttumálin eru í dag. Það er búið að taka ljósabekki af þeim sem eru yngri en 18 ára og taka stripta og svo núna gos úr skólum. Þetta er þvílík baráttumál, enda er þjóðin ótrúlega sátt. Enda er þunglindið þarna í hámarki. Það er búið að taka allt þetta skemmtilega í burtu. Og svo kannski að taka Eurovision frá okkur eftir. Við erum að fara að fá hérna Eurovision stjörnu Íslands í viðtal. Og hérna ætlum aðeins að ræða þetta. Að ræða þetta við Ástríði, við ætlum að fá auglýsingar. Herru, takk fyrir þetta, Unnur. Síðasta tuð dagsins, voðalega er ég eitthvað skrítin hérna. Við ætlum að fá auglýsingar og svo kemur hún Ástríður Viðarsdóttir í spjaldtölokk. FM 957 og Hátækni ætla að gefa þér möguleika á að eignast nýjan byltingarkenndan Android-síma frá Motorola. Razer er aðeins 7,1 mm þunnur og er þitt þynnsti síminn á markanum í dag og jafnframt svo sterkasti því síminn er úr kevlarefni sem er sama efni og er notað í skotheld vesti. Svo er síminn vassvarinn með nanotækni. Ef þú vilt eignast þennan frábæra síma sem kostar 99.995 krónur skaltu fara sem snöggvast inn á fm957.is og skráðu til leiks. Föstudaginn 17. febrúar þarftu svo að vera með gamla síman við höndina því þá hringjum við í heppin vinningshafa. FM 957 og Hátækni, grjóthörð og vassend. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2.
Brynjar Már kynnir 20 vinsælustu lögin á landinu í dag. Þú getur tekið þátt í kosningu listans með því að skrá þig í FM Plus inn á fm957.is. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890. Castello. Ekta eldbakaðar pizzur. Nóa Kropp. Bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Þessi góður. Ítalskur bátur í speltbrauði á Hlölla. Hlöllabátar ávallt ferskir. Hér í lófalagið að finna lægsta eldsneytisverðið með nýja Orku-appinu. Orku-appið. App í hendi. Úr smiðju J.J. Abrams og frá höfundum Lost kemur hörkuspennandi þáttaröð. I mean 63, Alcatraz officially closed. Alcatraz hefst í kvöld klukkan 20:50. Never seen or heard from again. Until now. Smeltu þér á áskriftin á stöð2.is eða í síma 512-5100. Welcome to Alcatraz. Stöð 2. Skemmtilegri. Nú getur þú fengið stóra pizzu með 2 álagstegundum á einungis 1590 krónur ef þú sækir. Þetta gildir alla daga, alltaf. Dominos 58-12345. Happy Days á B5. Frábær happy hour verð á B5 milli 16 og 22 alla daga vikunar. Happy Days á B5. Engar uppskriftir, engar afskriftir, bara bensín og olía. Atlantsolía, lengi lifi samkeppni. FM 95 Blö í boði. Pitbull International Love, þetta er lagi sem hann var með í flottulega í síðustu viku og vann á einhvern ótrúlegan hátt. Vann Band of Horses með Funeral og ég næ því ekki enn. Hjöppið með 2 sigra í röð, en það er ekki það sem við ætlum að ræða núna því að við erum konum með góðan gest hérna í stúdíu og það er hún Ástríður Viðarsdóttir sem er kannski, ekki þekktasta nafni en er búin að vera inn í stofu hjá okkur öllum síðustu laugardagskvöld. Já, hún er búin að vera fram í andlitinu á okkur alveg endalaust laugardag eftir laugardag á þessu nýja ári og hefur stjórnað þarna Eurovision. Græna herbygginu, það sem að stjörnurnar hanga. Vertu velkomin, Ástríður. Takk ykkur fyrir. Stórt kvöld á laugardaginn. Já, mikið rétt. Gríðarlega svo. Herðu, kannski við förum bara beint í máli sem allir er að pæla í. Já. Þessu ummæli Páls Óskars í gær að senda ekki lag til keppni út af hvað var að segja, mannréttindamálum í Azerbaijan. Hjöpp er brjálaður yfir þessu. Ég er brjálaður, ég veit ekki ég er rosalega brjálaður. En hvað veist þér það? Sem svona Eurovision? Já, málið er að ég horfði á Kastljós í gær. Yndislegur þáttur. En þar sem sagt var viðtalið konu sem er að vinna í Amnesty International. Og hún segir að ekki endilega besta ráði sé að fara ekki og sína þannig, einhvers konar vera með eitthvað statement þannig því að það hefur minni áhrif en að mæta og vera með stæla. Þannig að það er kannski eitthvað sem við ættum frekar að gera, fara og vera kannski með fréttamann með okkur sem að gæti þá, verið aðeins að tala hvað sé í gangi, skilja. En hvaða máli skiptir það? Við erum 300.000 manns, það er ekki eins og ykkur að horfa á Kastljósið í Bandaríkjunum, Nei, en það horfa trúlega margir á Eurovision. Já, en hvað, ætlar þá að láta Magna vera með einhvern fána þarna og sviðið það? Ástríður, þetta er algjört kjaftaði. Og líka tímasettingin hjá óskabarni þjóðarinnar. Mæta núna rétt fyrir keppni minn maður Magna gera sér kláran og allt klárt og Ingo búinn að semja grjótart lag. Mæti rétt fyrir keppni, drepur stemninguna. Er hann ekki bara öfundsjúkur kallinn? Það er að síðasta sem að Páll Óskar myndi gera var að fara að leika sér að eyðileggja Eurovision-stemningu. Drepa stemningu. Hann er að því. Þetta er uppáldið hans, Jörgurs. Já, ég vil freka meina að það sé líka alveg í lagi að tala svona hluti í staðin fyrir allir bara þegja yfir svo eru bara snillt, við erum að búa að henda fullt af fólk á götu og eitthvað. Það er ekki gott. Það er heldur ekki eitthvað. En er það gott að við séum að fara á Ólympíuleikana hjá landi sem beitt okkur hryðjuverkum? Það er náttúrulega líka annað, skilur. Auðvitað. Eigum ekki bara sniðganga allt? Eigum náttúrulega að horfa á EM í fótbolta því að Úkraína, því að pólitískt ástand þar er glórulaust? En málið er að við erum örugglega, ég veit náttúrulega ekkert það, en kannski erum við ekkert að fara að sniðganga þessi keppni, heldur frekar að mæta þarna og kannski bara... Látið okkur heyra. Já, látið okkur heyra. En er hann ekki líka svolítið pirrað bara ballið því að hann skeit svo hrikalega á sig í Eurovision?
Mesta Eurovision skita allra tíma. Við fjallum úr keppni. Við skitum það ekki á okkur. Við fengum ekki að vera með árið eftir. Hann vann fyrstu símakostninguna sem haldið. Nei, hann vann ekki neitt, sko. Nei, já, hann sagði það. Þetta er kallað sögufölsum, sko. Mér finnst Páll Óskar flottastur. Já, hann er voða flottur, sko, en þetta var rosa taktlaust múf hjá hann. Veistu það ekki? Nei, veistu það? En hvað, þú veist, af hverju var hann að þessu? Build a bridge and get over it. Já, ég sammála ástriði þannig. En hvað hérna... En hver vinnur þetta á laugardaginn? Já, það er spurning, sko. Ég er búin að vera að hugsa þetta. Þú sagður okkur án, þú varst mikil Herbertsmanneski og helst með honum, þú voru ekki máta. Ég er gaman að því að þú skilur ljúga þessu upp á mig. En sko málið er að það eru mikið af góðum lögum. Já. Og ég er búin að hugsa, nú er ég búin að heyra þessi lög, sko, svona 20 sinnum hvert. Búin að vera sem æfingum og hlustaðu og eitthvað. Og það eru, myndi ég segja, 3 lög sem koma alveg til greina. Það er ekkert lag sem er eitthvað svona, þetta er pottþétt. Heldur að Blár Ópal getur fann að langt? Já, ég meina, sko, svo er líka það. Þeir eru hressir, þeir eru ungir og þú veist, þeir eru fullt af vinnum sem er að gera samsíma á síma og eru kannski hugsanlega að kjósa. Það er líka úlingstyrkun í þjóðfélaginu nú. Já, það er... Við svona eldra fólki, við erum að vera svolítið undir í dag. Já. Hérna Blár Ópal, ég heldur þú að Ingo mæti kannski óvænt, ber ofan eða eitthvað. Það verður cool að sjá hann taka með útspill. Það væri smart hjá honum, en ég hugsa hans ég á með þetta sjálfans til að gera það. Er Ingo Viðugur búin að vera þarna alltaf niður frá þegar þeir eru að æfa og svona og spila? Já. Er hann bara, veist, hann er flottur, hann er mjög flottur, hann er bara rólegur og bara eins og venjulegur gaur, þó þessi Ingo Viðugur. Hver hefur verið mest þreytandi í græna herbygginu? Hver hefur verið svona alveg bara þannig að þú verið að pælja bara hendunum út? Enginn, það eru náttúrulega allir í ykkurum góðum feeling hérna og svona. En já, það er stundum svolítið óþægild að því að í græna herbygginu það eru svona monitorar skjáir sem að allir sjá hvað er að gerast í sjónvarpinu og þá verða sumir svolítið uppteknar að því þeir sjá sig á skjánum og eru bara að pæla í hárun og sér bara taka beifindi og svona át eins og ég kalla það. Það er engin maður sem ég fengi viðtal hvort í 70 mínútur með strákonum eða eitthvað. Ef þú fegst beifindi og svona í viðtal þá gerði hann ekki annað en að horfa sjálfan sig í mónitorunum, laga svona jakkan, kíkja á lappirnar, setja á sig svona stút. En þú komst með tímamóta sjón, þú taldir alltaf niður frá 10. Já. Það var æðislegt. Þið dætti ekki huga að telja kannski niður bara frá 5 eða 3, þá talið niður alveg frá 10. Frá 10. Ég náttúrulega ég er aðstofprósent í Kastljósinu. Þannig að sem skrifta, kannski ef ykkur þekkir það betur. Og þar er ég að telja niður allan dag. Já, í útsendingum þannig ég er mjög góð í að telja niður frá 10. Þannig ég ákvað að halda með það. En kannski við slum, nú verður þetta, er hérna keppnin haldin í skugga Herberts svindlsins eins og hlustendur FM talum. Heldur þú þetta að verið með ráðum gert hjá Ríkissjónvarpinu að setja Herbert á síðasta laugardaginn í janúar þegar að hans stuðningsmenn sem er mikið við fátækafólkið áttum ekki innegn? Nei, ég veit ekki eins og þið eru bara að koma með eitthvað fréttir fyrir mig, ég veit ekki þetta. Nei, menn það segir sér sjálft, ef þú hlustar á lagið, þetta lag átti alltaf að fara áfram og ég get alveg lofað því, þetta er reynda núna sem ég er ekki einu svona að grínast með, ég get lofað því, ef það hefði bara verið símakosning, þá er Herbert Guðmundsson fyrir áfram. Er þetta æskudýrkun, er það orðið vandamálið þarna på Ríkissjónvarpinu, það er æskudýrkun og það átti að henda Herberti út með öllu ráðum? Alls ekki. Hatið hann af því hann er eldri maður? Nei, ég elska hann af því hann er eldri maður. Herbert er ekki hægt að hata. En það er leiðilegt að hann skuli gera með. Það er allir sammála það og það er rosalega reiði í þjóðfélaginu. Já, er það? Já, þú heyrið það bara. Veitu, hversu reiður ertu? 0-10? Ég er svona alveg góð, ég er fersk 9. Nei. Það er reiður, jú. Við erum rosa reiður. Ég fór á landi síðust helgi bara því ég megaði þetta ekki lengur, þetta er rugl. Mér finnst Herbert frábæra, hann er með góða og jákvæða orku kringum sig og það var allir sammála um það að hann væri skemmtilegur og góður og ég menna ég veit ekki hvað þetta er. En fóru ekki að giska á eða væri það taktlust að þér að giska á hverju vinna þetta? Finnst þér það ekki taktlust? Nei, mér finnst það ekki. Hvaða máli skipta? Þú ert þarna til að kynna og taka á móti fólki og hafa gaman. Hvaða máli skipta? Þú hljóta allir á Íslandi vita að þú hefur skoðun, sjálfstæða skoðun. Nei, ég hef enga skoðanir. Þú ert búin að heyra öll þessi lög 2000. Hvaða lag gæti unnið þetta í Azerbaijan? Getur eitthvað af þessum lögum með unnið þetta? Unnið sjálfa keppnin úti? Já, farið alla leið. Já, ég er að metta það. Hvaða lag getur unnið? Já,
Ég get ekki sagt til það, af því að, sko, líka strákar, ég náttúrulega að fara að vera á laugardaginn. Það var svo hallarslegt að ég bara hæ, vinnur, og bara, oi, fyrir ekki að ég bara valdi mikið. Ég spáði hinum sigri. Já, einmitt. En sástu, ég sá að Spaugstofan, þeir gerðu grínað ykkur þarna í bakherberginu, sástu það? Finnst þetta í lagi? Já, sko, þú getur aukað það. Þú ert búin að meika ef að Spaugstofan gerir grínað. Það bara eitthvað svona regla, held ég, sko. Já. En hafður þið gaman að því? Varstu reið út í þessa kalla? Nei, alls ekki reið. Ég hafði gaman að því, sko. Hún gerði þetta skemmtilega. Já, ekkert af því. En hvað, fá að sjá þig í einhverjum fleiri sjónvarpsverkefnum eftir Eurovision? Já, jafnvel. Ok, ekkert sem að segja frá kannski. Af því að þú varst þannig í Dans. Við erum alltaf að sjá það þar. Já. Hvernig ráðstafaði vinningshafinn 1 milljón króna? Fekk hann þetta á 12 mánuða niðurgræð, fengu þetta allt bara strax milljónuna, veistu það? Já, ég er ekki alveg viss það. The grand prize Ég held að hafa nú verið skattur á þessu svona eitthvað. Ég er ekki hugmynd það. En ég meina, milljón er kannski ekkert... Það er ekki nóg. Nei, það er það sem við erum komið nú, sko. Það var það sem, sko, það var kattinni, sko. Ég hefði viljað hafa þetta, sko, þú veist, ég myndi að þetta var í Bandaríkjunum, það var verið And she takes the $7,000 home. I just want $7,000. En þetta er kannski bara Ísland í dag. Já, ég meina, en krakkarnir höfðu alltaf gaman að þessu og mér auðvitað, þú veist, eins og ég held að Berglindi sem vann keppnina, hún talaði að hún ætlaði líklegast að fara eitthvað út í frekar á dansnám. Já, ég las ekkert að hún bara hægt að vinna og er bara living the good life á Riviríunni. Já, það er ekki bara, fekk bara að gefa henni spíl og bara sponsoru fötum og eitthvað. Ég hef búin að heyra þetta. Þannig að þetta verður allir að horfa á laugardaginn og Páll Óskar að kynna. Þrátt fyrir að hafa varpað skugga á keppnina. Já. En ef þú hittir hann, getur þú þá róa hann niður? Hún har sagt bara, já, þú fegst þitt Eurovision tækifæri, ekki verið eða líka fyrir öðrum. Það er svo takk. Hann er ekkert að því hættu þessu. Já, þetta er... Almáttur. Palli, þú veist, ok, þú áttir slæma keppni, það vita allir, en leiðu hinum að njóta sér. Já, það er allir að slökka, það er alltaf bara tjöflan ófólandi leðilegur. Tuðhóttið búið, það er góða búndur í ástriðið þarna. Sko, við erum að vaða hérna í óskapaþjóðarinnar. Já, þú ert að vaða í það. Þú líka, Öddi. Ég? Segðu bara svona að segja fram í. Ok, það er einn punktur sem að Hjörvar átti með meðan skoðu punkturinn, Hjörvar rifust um þetta í dag með Pál Óskar og þetta. Mér skoðu punktur með, þegar við að fara á Ólympíuleikana eftir að setja okkur hryðjuverkalög og svo líka mjög steikt að Palli, hann spilar ekki að fótboltapöpum. Það er pínu steikt. Wow, þú spil. Það var gæi sem ætlaði að fá hún til að spila, hann sagði, ég spila ekki á stöðum sem sýnir fótbolta. Ég er tónlistarmaður. Þannig að það var svona pínu fordómur í Palla, annars... Það er lygi. Nei, satt. Hann spilaði reyndur á Players og stóð sig, það voru geggjaði tónleikar. Við vennir ekki breyta sögunni. Ég hef ekkert slemt Pál Óskar að segja allavega. En ástriðu við Brósku er bara góðs gengis á laugardaginn, er þetta ekki spennt? Jú, ég er mjög spennt. Það er öll þjóðin að horfa og búin að ákvæða kjólinn og skarti? Já, sko, raunar verður það þannig að Páll Óskar verður í grænaherbygginu. Er hann að fara að taka djópið á þér? Til að fullkomna rugli. Býtu, eina ástæðan fyrir ég að horfa á laugardögum er þú... Er það Páll Óskar að koma í staðinn? Nei. Nei, hættu. Verið þá saman. Þannig að þú ert ekki í grænaherbygginu á laugardaginn? Nei, ég verð sem sagt sko, ég verð að covera vefinn sem er þrjusugóður á Rúf.is og ég verð að setja inn svona innslög yfir daginn og líka live eftir þáttinn. Rúf verður live svona og ég að tala við Sigurverðun eitthvað. Palli er búinn að heyra það. Getum við ekki haft svona eitt innslag þar sem að ég og Palli rífumst alveg brjála? Jú, opuslega væri það spennandi. Bara svona tveir alveg brjálaðir. Víst, nei. Óskapaþjóðarinnar og Hafliðaskóli. En takk æðislega fyrir komin, virkilega gaman að fá þig og bara ósku þér allsins besta. Þetta var hún Ástríður Viðarsdóttir sem við Íslendingar þekkjum úr grænaherbygginu Eurovision og hún vill meina að Magnificent vinni þetta á laugardaginn. Snildalag Kanye West og fleiri, heill hópum með honum hann að liði. Snildalag? Já, þetta er ógeðslega flott lag. Þetta er fínt lag. Finnst þér þetta ekki flott lag? Jó, ég meina, voru ekki einhverju pappakast sem fóru allavega til Danmörku til að horfa hann að Kanye West þetta? Kanye West, jú. Ég var ekki til að fara tónleikum. Það er svona álíka glötu hugmyndu að fara til Bandaríkinn að horfa á David Guetta, sko. Nei, það var veistla. Ég meina, ég myndi ekki einu sem fara á Hveragerði til að horfa á hann, sko. Nei, mitt. Það er bara maður sem að, missir saugin yfir pitbull.
Auðvitað. En Hjörvar, það er búin að virkilega gaman á með þér í dag. Ég þakka fyrir því sem fara að kveðja og sjáðu ekki. Mikli meistari. Sjáðu ekki fyrir þetta. Shit, maður, veistu hvað, ég er svo dauður hjá þessum FM-hlustendur núna eftir að hafa sett út á Pál Óskar, sko. Nei. Er það ekki FM sjálfsmorðið? Er það ekki að fara upp á hjól Pál Óskar? Fyrir beinni útsendingu FM og rakkan upp Palla. Er það ekki bara svo að fara á HBO eða, nei, hvað heitir, CBS og hraunir Oprah Winfrey eða eitthvað? Já, það er svona svipa. En reyndar, sko, það sem að þú ert í raun að segja það er bara að vera að taka að þér gott partí þarna. Í maí. Já, good shit maí partí og þú vilt ekkert missa það. Ég missi Eurovision. Hvað er þá eftir? Nákvæmlega, þá verður þetta ömulegt sumar. Fyrst Herbert út og svo missir maður alla kennina. Já, og svo Kókopössi farið. Veistu hvað væri gaman ef að Ísland þriðja ári í röð, Ísland síðasta landi úr hattinu. Spáðu hvað ekki að þau. Það var ekki að sagða á þriðju degi bara hittjandi heima á sér og horfa og opna umslag. Þessi helgi verður geðveik. En hlustendur, við þökkum kærlega fyrir hlustununa í dag. Vonið sjá ykkur fært á að hlusta aftur á morgun frá 4 til 6. Rikki G. Blettur er mættur inn í stúdíóð og verður með hressandi tónlist fyrir ykkur. Þannig að gera að ég hlusta áfram, en ég ætla að enda þetta á lagi sem að mér finnst flottasta lag ever í flottulagakeppninni. Ekki oft sem ég fæ að spila þetta hérna F957, ég ætla að enda þið. Já, veist hvað, enda búin. Já, þetta er flottasta lagi sem við verðum með í þessari keppni, það er nokkuð ljóst. Radiohead, Fake Plastic Trees. Tónlistin á FM, Radiohead, Fake Plastic Trees, óskalag fyrir Auta, sem var að hypja sig hér út á stúdíónu og Hjöppi með honum. Þeir voru hérna saman með FM 95 Blöð, Byggfeitur þáttur á enda og hann fer inn á vísir.is mjög svo fljótlega. Hann seti ég Rikki G við hér saman til klukkan 8 og svo er það íslenski listin endurfluttur frá því á síðasta laugardag. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með B5. Við seljum gull. B5 Bankastræti. Hefurðu smakkað kjúkling píri?